góðu fundagestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á þennan hátíðarfund Ölgerðarinnar í tilefni 100 ára afmælis fyrirtækisins. A special welcome to our guest of honor, Indra Nooyi, President and CEO of PepsiCo. Thank you for taking the time on your busy schedule to honor us here on the meeting. And with us on stage is Halla Tómasdóttir, that will moderate discussion here later on. But my speech will be in Icelandic and it will be simultaneously translated, of course. Að stofna ölgerð á Íslandi árið 1913 í aðdraganda heimsstyrjaldar og í miðju andófi gegn áfengi hefur krafist ótrúlegar bjartsýni og áræðni og þors. Og það skorti Tómas Tómasson sannarlega ekki. Tómas fæddur 1888 og hann var yngstur 9 systkina. Og hugsaðu ykkur í sömu viku og hann fæðist, deyja 4 systkina hans úr barnaveiki. Aðeins 3 þeirra komist á legg. Þegar að Tómas var 2 ára þá lést faðir hans úr lúnabólgu og í Íslandi þá daga þýddi það bara eitt. Fjölskyldan hún sundraðist og móðir hans þurfti að gefa soninn frá sér. Hann flæktist á milli bæja í misjafnri vist og það var ekki fyrr en á 13. ári sem hann komst í góða vist og þar lærði hann loks að lesa og skrifa. Og á 17. aldursári að þá ákveður hann að halda af stað, fremsta gæfunnar í Reykjavík, staðráðinn í því að koma undir sig fótunum og ná móður sinni tilbaka. Og það tókst honum innan fárra ára með því að stofna Ölgerðina 1913 og þá aðeins 25 ára gamall. Fyrirtæki var stofnað í kjallara Þórshamars. Þórshamar núna í eigu Alþingis og stendur við Templarasund, við hliðina á Alþingishúsinu. Og það er ótrúlega gaman að segja frá því, fyrir ekki að ég veit að það er 1 eða 2 templarar hérna í salnum, en það hefur náttúrulega verið ótrúlega fyndið að stofna Ölgerð, beint á móti höfuðstöðum góðtemplarareglunar í Templarasundi. Og þeim hefur örugglega ekkert verið neitt sérstaklega skemmt þegar að lyktin og ölsefni kom hérna yfir. En eins og við vitið að þá er malt fyrsta vara fyrirtækisins og maltið er 100 ára núna í ár og það er eiginlega orðið bara svona samofið DNA okkar Íslendinga. En umsvifin voru ekki mikil í fyrstum. Þetta voru 65 lítrar í einu sem voru soðnir og það var sett í flöskur sem þurfti að reka tappana ofan í og binda svo fyrir með vír. Og það eru til margar sögur Tómas og þeim ber öllum saman hversu vinnusamur hann var. Og það var þannig að eftir nokkur ár að það hafði myndast djúpar holur í höndurum á Tómasi eftir að hafa barið tappana í flöskurnar. En fljótlega náði Tómas að bola innfluttum léttbjór af markaði og gamli góði pilsnerinn hann er ennþá framleiddur í dag. Hann var framsýnn og fór til Danmerkur og Þýskalands og aflaði sér þekkingar og reynslu og var svo klókur að hann nældi sér í nýjustu og flottustu græjurnar í Þýskalandi sem var það í rústum eftir fyrri heimsstyrjöldina. En þetta var alltaf einkennt Ölgerðina að vera með nýjustu græjurnar og sækja sér þekkingu á alþjóðavísu. Og Tómas lagði alltaf áherslu á þrennt við sitt starfsfólk. Það var hreinlæti. Árið 1926 þá fengum við heimsókn frá Kristjáni 10. Danakonungi og hann og hans fylgdarlið drukku pilsner alla ferðina. Og í kjölfarið þá fékk Ölgerðin hvorki meira né minna heldur en nafnbótina Konunglegt Ölgerðarhús. Og það er skemmtilegt að kórónan í merki fyrirtækisins og í mörgum vörunum er einmitt frá þessum tíma. Árið 1940 þegar að Bretar hernámu Ísland þá hefur það ábyggilega þótt mikil refsing fyrir
fyrir hermennina að vera sendið til Íslands í stað þess að fara í fremstu víglínu við að berjast við Þjóðverjana vegna þess að hér var auðvitað engin bjór. Og þeir urðu skelfingu lostnir en þessu var klárlega kippt í liðinn með einni reglugerðarbreytingu og Ölgerðin fékk leyfi til þess að brugga bjór, fyrst Polar Ale og svo Polar Beer. Og eftir að Bandaríkjamenn tóku við af Bretum, að þá má segja að það hafi orðið varanleg breyting á gosdrykkjaneyslu Íslendinga. Hérna áður fyrir voru þetta aðalega svona berjadrykkir, en Bandaríkjamenninni komu með kóladrykkina. Og það er svolítið skemmtilegt að þegar við vorum að grúska í sögunni núna í kringum 100 ára afmælið, þá komumst við að því að Pepsi var framleitt í fyrsta skipti á Íslandi fyrir akkurat 70 árum síðan, árið 1943 haustið. Þannig að það er 70 ára afmæli Pepsi á Íslandi líka. Gott fólk, það hefur mikið vatn runnið til sjávar á þessum 100 árum og Ölgerðin ekki lengur bara malt og appelsín eins og þið sjáuð hérna á þessu myndbandi hér áðan. En Ölgerðin er nýsköpunarfyrirtæki og við leggjum áherslu á að koma með nýjar vörur og eitt af 4 helstu markmiðum okkar er að koma með vörunýjungar og skapa þannig að minnstakosti 5% af veltu fyrirtækisins að hún komi frá nýjungum. Og það er engin smá markmið vegna þess að það þýðir bara 800–900 milljónir á hverju ári. Gríðarlega metnaðarfullt en algjörlega lífsnauðsynlegt. Við leggjum líka mikla áherslu að halda orkustigi í fyrirtækinu, það er alltaf gaman í vinnunni hjá okkur og við höfum í gegnum tíðin alltaf verið litli aðilinn. Við höfum alltaf verið minni og það getur líka verið gaman. En árið 2006 þá settum við okkur skemmtilegt markmið og það hét ESC. ESC. Og þegar að fólk var að punda á lyklaborðið þá sagði ég escape-takkinn þarna uppi í horninu vinstra megin, hann þýðir ekkert escape, hann þýðir Egil stærri en kók. Egil stærri en kók. Og við náðum þessu markmiði á 2 árum. Og þá settum við okkur bara nýtt markmið, ennþá metnaðarfyllra, og það heiti PPC, Pepsi Bigger Than Coke. Og árið 2001 þá var markaðshlutdeild Coke á Íslandi 90%, Pepsi var 10%. Algjörlega minni aðilinn. Núna í dag er hlutdeildin 60–40. Við erum að nálgast og við munum loka gatinu, ég lofa ykkur því. Og við erum sennilega algjörlega að missa okkur í þessum skammstöfunum, vegna þess að ein skammstöfun er ESB. Og róa ykkur, sko, þetta snýst ekkert Evrópusambandið, sko, þetta snýst bara það að Egils ætlar að vera stærstir í bjór. Og við, sko, ég get alveg lofa ykkur því að við munum örugglega ná því áður en Ísland gengur í Evrópusambandið. En fyrirtækjarekstur, hann snýst ekki bara með EBITDA og cashflow og eins og höfundur bókarinnar Good to Great Jim Collins orðaði það svo skemmtilega að í góðum fyrirtækjum verður hagnaður og sjóðstreymi eins og blóð og vatn fyrir heilbrigðan líkama. Bæði lífsnauðsynleg en ekki kannski alveg tilgangur lífsins. Alveg eins og hjá Tómasi. Hans eini tilgangur var ekki að hagnast af fyrirtækinu. Hann vildi sameina fjölskylduna sína og það tókst honum. Að undanförnu höfum við lagt enn ríkari áherslu en áður á samfélagsábyrgð og til að einfalda hugtakið samfélagsábyrgð, það má segja að það sé einfaldlega það sem að fyrirtækið leggur til samfélagsins umfram það sem að því ber lagaleg skylda til að gera. Samfélagsábyrgð snýr að öllum þáttum í starfi fyrirtækisins. Það snýr að starfsfólkinu, það snýr að umhverfinu og það snýr að því hvernig fyrirtækið hagar sér. Og ég vissum að hér í salnum er hellingur af fólki sem hristir hausinn og hugsar, hvað er þessi maður að tala um samfélagsábyrgð? Hvernig getur þessi sprútsali verið trúverðugur í að tala um samfélagsábyrgð? Spurning sem á algjörlega rétt á sér. Gosdrykkir, áfengi, bjór, sælgæti, þetta er allt vörur sem geta verið óhollar sé þeirra neitt í óhófi. En við breytum ekkert manninum. Við viljum láta eftir okkur í mat og drykk. En fyrirtæki sem að mæta þessum þörfum, þau þurfa að axla ábyrgð og sýna skynsemi, heilbrigða skynsemi.
Ég trúi því einlæglega að samfélagsábyrgð sé grundvöllur góðs rekstrar. Stóru fyrirtækin og vörumerkin í framtíðinni, það eru þau sem að vefa samfélagsábyrgðina bara inn í sitt DNA. Og ástæðan er einföld. Hæfasta starfsfólkið mun leitast í þau fyrirtæki. Við viljum öll hafa einhver tilgang í því sem við erum að gera. Einstaklinga, fyrirtæki og þjóðir, þau sem að tileinka sér samfélagsábyrgð af alvöru, að þau skapa sér samkeppnisforskot. Tímarnir eru breyttir. Tími stórfyrirtækja sem svífast einskis, hann er liðinn. Við sem leiðandi aðili, við getum haft verulega áhrif og við erum mjög stolt af því að kolsýrt vatn er núna 17% af svokölluðum gosdrykkjumarkaði. Og á undanförnum árum hefur við lagt ennþá ríkari áherslu á að búa til vörur sem eru betri fyrir þig. Það þýðir til dæmis minni sykur eða jafnvel engin sykur. Og Kristall Plus, vítamínbætti vatnsdrykkurinn, hann er einmitt gott dæmi um það. Hann inniheldur heilmikið færri kaloríur og hann hefur hjálpað mörgum að færa sig úr sykruðum gosdrykkjum yfir í það hollari. Í tilefni af 100 ára afmælinu þá settum við okkur 100 metnaðarfull markmið varðandi samfélagsábyrgð. Sum verkefnin eru nýhafin og önnur höfum við unnið það lengi og eitt dæmi slíkt verkefni er hvernig við erum að reyna að minnka plastið sem við notum í flöskurnar okkar. Og ef við myndum taka dæmi, ef við notum það plastið sem við notum í flöskur 2006, að þá hefur okkur tekist að spara 74 tonn á ári. Við erum búin að létta flöskurnar þannig að við notum 74 tonnum minna á ári. Og við stefnum ennþá lengra, við ætlum að ná 30 tonnum til viðbótar. Og þessi 100 tonn samtals, þau myndu duga til þess að framleiða 4 milljónir af plastflöskum. Það er ekki smá umhverfisáhrif þar. Hérna í salnum sé ég að það er fullt af flottum, áhrifamiklum konum sem hafa náð langt í atvinnulífinu og það er engin tilviljun að Ísland hefur núna í 5 ár í röð verið í efsta sæti yfir lönd þar sem að jafnréttið er mest. En við getum gert ennþá betur og það er í raun og veru algjörlega óskiljanlegt á hverju ennþann dag í dag sé konum ekki borguð sömu laun fyrir sambærilega vinnu og körlum. Og eitt dæmi samfélagsábyrgð Ölgerðarinnar er jafnlaunavottun VR. Við erum núna eitt af 10 fyrirtækjum á Íslandi sem að hefur það vottað og það er algjört prinsippmál hjá okkur að greiða sömu laun til karla og kvenna fyrir sambærilega vinnu. Og þetta prinsipp verður ekki brotið. Að lokum vil ég nefna það að við erum ákaflega stolt af brugghúsin okkar en við segjum oft að þetta sé umhverfisvænasta brugghús í heimi. Kolsýran sem að myndast í gerjuninni, að við notum hana í gosdrykkin okkar. Hitinn sem að verður til í suðunni, hann er notaður til að bræða snjó af planinu og meskið eða hratið að það er notað í svínafóður. Og það er alveg spurning hvort að við þurfum ekki að fá Dr. Gunnar til að semja annan slagara. Hann var með vinsælasta lag sumarsins, glaðastu 100 í heimi. Þetta er örugglega glöðustu svín í heimi. En ágætu gestir, að frá upphafi að þá hefur Ölgerðin verið undir alþjóðlegum áhrifum. Ég sagði ykkur áðan frá lærdómi Tómasar í Þýskalandi og Danmörku og svo Bretland og Bandaríkjunum. Og framtíðar möguleikar íslenskra iðnfyrirtækja eru óþrjótandi. Útflutningur á vatni til dæmis, vatnsdrykkjum, bjór og áfengi. Þetta er klárlega eitthvað sem að Ölgerðin mun í vaxandi mæli leggja áherslu á næstu árum. Við höfum reynda frá árinu 2002 flutt út vatn og mér reiknast til að þetta sé 80 milljónir lítra sem við höfum flutt út af þeim árum. Og það er 2 gámar á hverjum einasta degi ársins. Það er allt í lagi. En svo finnst okkur líka spennandi að flytja út bjór. En möguleikar okkar felast ekki endilega í því að keppa við Budweiser eða Heineken, heldur miklu fremur þessum litlu bjórum. Litlu bjórunum sem við erum að búa til með hráefnunum okkar og með okkar íslensku sérvisku. Hver getur til dæmis boðið upp á bjór með taðreyktu byggi? Og fyrir þýðandan það myndi þá sennilega vera shit smoked barley.
Aðeins að hjálpa henni. En við sjáum Ölgerðina fyrir okkur sem útflutningsfyrirtæki í framtíðinni. Og á stjórnarfundi núna í vikunni að þá lögðum við fram tillögu 1.000 milljón króna fjárfestingu til að styrkja stöð okkar í útflutningi. En íslensk iðnfyrirtæki sitja bara ekkert við sama borð og samkeppnisaðilar þeirra í Evrópu og Bandaríkjunum. Við búum við að minnsta kosti tvöfalt hærri vexti heldur en samkeppnisaðilinn. Og ef að það væri ekki nóg í sjálfu sér, þá búum við líka við þessar gengissveiflur sem hafa einkennt íslensku krónuna. Og þegar við verðleggjum þetta bæði í tilboðinu okkar, þá verðleggjum við okkur bara út á markaði. Og það verður allt of mikil orka hjá íslenskum stjórnendum að glíma við áhrif krónunar, háa vexti og verðbólgu. Framtíð Íslands, og hún byggist á útflutningi, það er okkur lífsnauðsynlegt að auka útflutningin og það gerum við ekki nema í stöðugu umhverfi og með aðra mynt en íslensku krónuna. Þið þekkið sennilega flest fjárfestingarleið Seðlabankans en það er leið fyrir fjármagn, erlent fjármagn að festa sig hérna á Íslandi til að minnsta kosti 5 ára og fá þá hagstæðara gengi heldur en aðrir. Í fyrra að þá jók helsti samkeppnisaðili okkar hlutafé sitt 900 milljónir króna í gegnum þessa leið og finnst ykkur eðlilegt að hann stundi samkeppni með niðurgreiddar krónur? Er eðlilegt að hann borgi laun og borgi sínar auglýsingar með krónum sem voru fengnar á 20% afslætti? Afnám haftana er lífsnauðsyn fyrir Ísland. Og við tölum stundum það að léttleika þessi gjaldeyrishöft sé nú ekkert að koma svo mikið við okkur. En þau gera það og áhrifin eru þarna og þau læðast aftan að okkur á hverjum einasta degi. Þegar Tómas stofnaði Ölgerðina þá hafði hann bjartsýnina að leiðarljósi og við hjá Ölgerðinni erum líka bjartsýn, við erum bjartsýn að það að Íslandi geti tekið þessi forystu hlutverk varðandi samfélagsábyrgð fyrirtækja. Ímynd Íslands er sterk þegar kemur að hreinni íslenskri náttúru, nýtingu, auðlinda, menningu, listum. En það er undir okkur komið, hverjum og einum hérna sem situr í salnum, að móta samfélagið. Og ég skora á hvert og eitt ykkar að taka þátt í að móta samfélagið sem við ætlum að búa til fyrir börnin okkar. Við getum náð langt og við getum verið á heimsmælikvarða eins og dæmi sanna. Hljómsveitir, fyrirtæki, landslið, nú einstaklingar, alveg eins og Halldór Kiljan Laxness. En ég verði eiginlega að segja ykkur frá alveg ótrúlegu dæmi. Og þegar að ég var að undirbúa fyrir Indru hingað til landsins, að þá keypti ég bók og sem að, hún hefur nú örugglega ekki gefið leyfi fyrir, sorry. Sorry. Herra, ég opnaði bókina og fyrsta setningin sem ég les. On 28th October 1955, newspapers reported the news of an Icelandic author, Halldór Kiljan Laxness, winning the Nobel Prize for Literature. Ótrúlega tilviljun. Og hérna örfáum árum síðar einmitt Indra stödd, hérna í Þjóðleikhúsinu, það sem öll þekktustu verk Halldórs Kiljan Laxness voru sett á svið. Þetta er ótrúlega tilviljun. Eftir stuttastund mun Indra nú stíga á svið og ávarpa fundinn og að ræðinu lokunni mun Halla stýra hérna umröðun. Höllu þar ég nú eiginlega af alla kynna fyrir ykkur en hún er einn af stofnendum Auða Kapital og hefur meðal annars setið í stjórn Ölgerðarinnar og hún vann fyrir PepsiCo í Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum þannig að hún þekkir bæði fyrirtækin mjög vel. Og hún hefur ástríðu fyrir samfélagsábyrgð og hún talar því af miklu innsæi og bara takk alla fyrir að vera með okkur. Indra, hún er stjórnarformaður og forstjóri PepsiCo, einn stærsta drykkjar- og matvælafyrirtækis í heimi. Velta fyrirtækisins er 65 milljarðar bandaríkjadollara. Við skulum aðeins stoppa hérna við. 65 milljarðar. Það eru 7.800 milljarðar íslenskra króna. 5 sinnum þjóðarframleiðsla Íslands. Og starfsmenn hennar eru 300.000, þeir eru næstu jafn margir eins og búa á Íslandi. Og það er alveg spurning hvort við þurfum ekki að fá hjá hann einhver góð ráð hvernig við getum rekið Ísland á þess.
En Indra fékk bachelorgráðu í eðlis- og efnafræði og starffræði árið 1974 og svo MBA-gráðu árið 1976 frá Indian Institute of Management í Calcutta. Og ég verð að segja frá því að ég kynntist þessum skóla af eigin raun. Ég var reyndar í Ahmedabad í Indian Institute of Management og var þar í 4 mánuði og ég kynntist því þar að komast inn í þennan skóla fyrir Indverja miklu erfiðara heldur en fyrir Bandaríkjamann að komast inn í Harvard. Það eru bara þeir bestu af þeim bestu sem komast inn í þessa skóla. Og virðingin sem að þessi skóla njóta og fólk sem að útskrifa frá þessum skólum í Indlandi ótrúleg. En eftir að hafa byrjað starfsferilinn á Indlandi þá fór hún í Yale í Bandaríkjunum þar sem hún fékk mastersgráðu í Public and Private Management. And now, it's my great privilege to introduce our keynote speaker, Indra Nooyi. Thank you for taking time out of your undoubtedly very busy schedule to join us here on this joyous occasion. Indra has had a career marked by visionary ideas and bold moves. She started her career at the Boston Consulting Group, Motorola and ABB, and joined PepsiCo in 1994 and became the CEO in 2006. In that time, she has been the driving force behind many of the decisions that have transformed the company. This includes acquisitions that have diversified PepsiCo product portfolio, as well as her introduction of Performance with Purpose, the company's vision for sustainable growth, which she will speak about in just a few moments. Pepsi is the most important partner of Ölgerðin, and our collaboration has been incredibly positive over the past 20 years. The fact that she accepted the invitation graciously and without any hesitation is a testament to the strength of our partnership. It also speaks to the kind of leader she is, someone who gives a genuine, full commitment to everyone in the PepsiCo family. Indra, we are proud to be part of your team and that you are part of ours. And I know that our partnership will only continue to grow, and soon PepsiCo will be the clear leader here in Iceland.